var súrt tap niðurstaðan í miklum baráttuleik, svona hvernig horfir þetta við? Nei, bara sorglegt tap. Mér fannst bara, ég er ótrúlega stoltur af mínu liði, stoltur af strákunum, hvað þeir lögðu mikla vinnu í þetta og hversu öflugir þeir voru. Við náðum að loka vel á Víkinga og þeir náðu að opna okkur kannski tvisvar þessari fyrri hálfleik nokkuð vel reyndar en nýttu ekki þá sénsa. Síðar hálfleik finnst mér þeir ekki opna okkur neitt og leikurinn bara í jafnvægi. Þannig að ég er stoltur af öllum frömmurum sem kom og studdu við baki okkur í stúkunni, við fengum frábæran stuðning og við gáfum þeim líka góðan leik og gáfum Víkingum góðan leik og þess vegna sem við erum í efri hlutanum að við viljum sýna það sanna að við hefum rétt á að vera þar. Einmitt fyrra mark Víkings kemur upp úr vítaspyrnu og svona vítafíaskói, svona hvernig horfði það við þér? Nei, það er það sem gerði okkur reiða en það er bara ákveðin dómarans sem að mínum að þetta er besti dómari landsins. Leyfir oftast smá hörku og smá svona pústra sem er bara flott en ég held að það hefur bara gert stór mistök með að dæma vítaspyrnu og kjölfarið þá vilja þeir í tríónu meina að markmann okkar hafi reitt sig á snemma á línunni og ef svo er þá hlýtur það bara að vera rétt en ég set spurningamerki við aðhlaup Helga líka, hann nánast stoppar í aðhlaupinu og það er líka bannað þannig að menn gleyma stundum að horfa á það líka. Ósáttur með að sé ekki hort á báðar hliðar? Já, ég er ekki viss að það er hort á spyrnumannin, ég horfi bara á markmanninn og sjá til þess að hann takk ekki auka skrefið að færa sig af línunni þannig að þetta eru oft sentimental spursmál og ég er ekki búinn að sjá þetta aftur en ég bara veit að þetta var aldrei vítaspyrna og það er það versta í stöðunni. Síðan undir lok leiks færð þú að líta rauða spjaldi, hvað gerist þar? Það misti mig bara aðeins. Alex og Helgi lendi í samstöðu. Alex er hreint örlítið í bakið og lendir hné við Helga sem liggur sárkvalinn eftir. Dómarinn dæmir ekki neitt, leikurinn heldur áfram. Svo því Helgi liggur mjög kvalinn þá stoppar hann leikinn. Svo dæmir hann allt í aukaspyrnu og gefur Alex gult spjald þegar hann ætlaði ekki að dæma hann. Þannig að það fyllti aðeins mælinn og ég skil ekki af hverju. Hugsalega hefði við bara átt að fá aukaspyrnu fyrir bakgrindingu á Gylfa þó að það hefði kannski verið soft en aldrei neitt sem Alex var að reyna að sparki í einhvern eða tækla einhvern og það er bara hluti leiksins en hann var ég búinn að fá alveg nóg og það slitaði aðeins skamminn geisa. Svona burt séð frá öllu þessu ánægði með frammistöðuna á þessum erfiða útivelli? Já, ég er gríðarlega stoltur af liðinu mínu, ég er gríðarlega stoltur af hvernig þeir unnu úr því sem við lögðum upp og lokuðu á Víkinga og stoppuðu þá í þeirra aðgerðum. Við hefðum hugsanlega getað verið betri með boltann oft, sérstaklega í fyrri hálfleik en við sýndum ástríðu og vilja til að standa okkur og hægja á besta liði landsins og reyna að koma þeim úr jafnvægi og til að reyna að knýja fram að dána stig og jafnvel að stela einhverjum fleiru en því miður að þá fór þetta eins og þetta fór og við erum súrir yfir því en ég er stoltur af stuðningsmönnum fram, ég er stoltur af liðinu mínu og frammistöðunni og við þurfum að halda áfram núna síðustu 4 leiki sem við erum eftir að sýna það og sanna eins og við gerum í dag að við eigum skilið að vera þarna. Einmitt svona hvernig horfið þið á þessa tvískiptingu eða kannski lítið að keppa upp á? Ég meina við getum litið á það þannig að við getum barist að reyna að komast í 5. sæti, kannski 4. sæti, erum heppnir. Það væri mjög flott fyrir fram en á sama tíma þá ef við stöndum okkur vel núna og getum náð í eitthvað að stigum út þessu bestu liðum þá byggir það upp gott sjálfstraust fyrir næsta ár og næsta tímabil og við sjáum að við séum að nálgast þessi bestu lið þó að sé eitthvað í land og þá allan höfum við sýnt það oft í sumar að búin að vinna Val, við erum búin að vinna FH, við erum búin að vinna Breiðablik þannig að þú veist við eigum í fullu trefi þessi lið þannig að við þurfum bara að eiga topp leiki alltaf og við höfum ekki sömu breidd og flest þessi lið en höfum gert vel úr því sem við höfum og eins og ég segi, ég er bara óbúslega stoltur af hópnum mínum. Þunnskipaður bekkur í dag, svona hver er staðan á meiðslalistan? Simon var náttúrulega í leikbanni, Róbert fekk höfuðhögg í síðasta leik og var bara ekki tilbúinn í dag, Vúk er frá einhver tíma áfram og svo Tryggvi að svona skríða saman hann verði farin að æfa í vikunni en það er alveg óvíst þannig
við erum svona, og eins og í dag með Magnús Inga og Má Ægisson í framlínunni og Gemdi Jakob aðeins á bekknum sem kemur inn á, gerir vel fyrir okkur og skora gott mark, en við erum örlítið þunnskipaðir með að við erum með þessi meiðsli og leikbann í þokkabót, en þú veist, ef menn sýna svona vilja eins og það gerir í dag og við sýnum að við erum með fína breidd og Magnús Ingi stóð sér frábærlega vel og þá ég ekkert engar ágjörð þessu. Svona rétt í lokin, ég langaði að spyrja út í Viktor Bjarka, þetta fyrrum leikmann þinn og fyrrum leikmann Fram, hann var í leikmannahóp FCK, hlýtur að vera stoltur af hann? Já, ótrúlega stoltur af hann og allir framarar eru það og gríðarlega stórt að vera svona ungur og á rétt rúma ári búinn að vinna sig úr 17 lið upp í 19 og skora þar fullt af mörkum og nú komin í hópinn í A-lið FC Kaupmannahafnar sem er bara besta lið Norðurlandana og við erum ótrúlega stoltir af honum og við hlökkum til að fylgjast með honum áfram. Hversu langt getur hann náð? Það er búið erfitt að segja það, ég meina við skulum vona að hann fái að vera áfram í hóp, við skulum vona það að hann fái síðan að fá eina mínútu hér og þar og kannski fleiri. En þetta er leið sem við þekkjum að frábærir íslenski fótboltamenn hafa farið í gegn eins og Hákon og svo Orri og farið þetta í gegn og ef þú kemst þarna inn þá eru þeir allir vegið færir. Takk hjá Rúnar. Takk.